Það sem mikilvægast í okkar starfsemi að halda okkur starfhæfum. Það gerum við náttúrulega með almennu hreinlæti og meðvitund það hvernig ganga skal um. Við erum búin að skipta sveitinni svolítið niður. Félagar sem hafa starfað víða sveitina hafa takmarkað sig við einn hóp þar sem þeir ætla að vera útkallsmenn. Umgengni húsið hefur verið svona þrengt, vinnukvöldum dreift. Í raun og veru eins og við bjuggumst alveg við einhverju gagnrýni, þá fengum við bara tillögur til betrumbóta. Mikið af því bara hefur verið framkvæmt af félagunum sjálfu. Já, félagarnir brugðust mjög vel við tilmælum og flokkarnir komu með ýmsar hugmyndir sem voru svo settar í framkvæmd. Bílaflokkur til dæmis setti þá reglu að bílar væru ekki hreyfðir nema algjörlega nauðsynjum, væri ekki verið að færa þá inn og út að óþörfu. Og ef að bílarnir eru hreyfðir, þá eru þeir þrifnir, allir snertifletir, sótthreinsaðir og bílaflokkur útbjó svona spjöld sem sett eru á bílinn, bifreið hefur verið sótthreinsuð og eins ef að þá eftir að sótthreinsa bílinn, þá náttúrulega má ekki fara inn í hann nema bara til að hreinsa hann. Fyrst og fremst erum við björgunarsveit, við erum hluti af almannavarnaviðbragðinu og þurfum að vera starfhæf ef til útkalla kemur. Það sem við erum í raun og veru hræddust við er að stór hluti sveitarinnar sé stoppaður ef til sóttkvíar eða einangrunar kemur. Já, stjórnstöð bækistöðvar hefur verið lokað. Bækistöðvarhópurinn tók það upp í sjálfu sér að loka því rými algjörlega og þar eru bara allar talstöðvar og allt afhent bara yfir borð og allt sótthreinsa þegar það kemur tilbaka og það engin umgangur stjórnstöðina. Ég var nú bara síðast í gær að senda pósta á félagana þar sem ég þakkaði fyrir jákvæðnina vegna þess að það eitt að fá hugmyndir, en það annað að framkvæma þær. Hugmyndirnar komu frá félagunum og þær voru flestar framkvæmdar af félagunum.